Komið sælir, kæru bogamenn. Þá komið að júlímánuði fyrir ykkur og ég er búin að leggja spilin bara til að spara tíma. Síkonalögnin tekur smá tíma að lesa úr. Vona að sjáu spilin ágætlega. Og ég veit að júlí er byrjaður. Þetta er líka bara fram í ágúst. Það er ekki svo nægið. Ok. Kæru bogamenn. Ég dró fyrir ykkur þemaspil júlímánaðar. Það heitir The Royal You eða hinn konunglegi þú. Hinn konunglega þú. Hið konunglega þú. Já, ætlum ekki að segja það. Hér er verið að tala um aðra sjálf við ykkar. Þannig að guðlega part af ykkur sem að er sannur, hreinn, bindtengdur við almættið. Og það er verið að minna ykkur á þennan part. Ef þið gleymið honum stundum. Og hann þarf kannski aðeins að fá að skína meira en hann gerir. Það er þetta ná góðri tengingu við hið aðra sjálf, til dæmis í hugleiðslu. Með öðrum hætti og hér er gylt kóróna og þessi djúpfjólublái litur sem að talin vera mjög andlegur. Ok, ég ætla að geyma spilið hér og þau getur vonandi séð aðeins á það. Svona, þá skulum við dempa okkur í þetta. Fyrst er það atvinnan ykkar, viðfangsefnin ykkar. Þið ykkar sem ekki eru með atvinnu, þetta getur verið tómstundamálin eða bara það sem þið eruð að takast á við og dundi ykkur við á hverjum degi. Það sem af er júlímánuði og ef þið lengra aftur í fortíðina virðist vera að þið séu að fást við eitthvað sem þið elskið að gera. Það er bara afskaplega góðar tilfinningar til vinnunar, ykkur virðist líða vel í þessum viðfangsefnum ykkar og það er frábært að sjá það. Í dag eru þið í svona pælingum hvað með framhaldið, hvað þið er að gera. Einhver ykkar eru að velta fyrir ykkur að fara aftur í nám. Kemur skýrt upp hérna og ég mæli eindregið með því. Svo eru þið líka svolítið sumir, kæru bogamenn, að horfið við farin veg og svona velta fyrir ykkur þessu sem þið hafi verið að gera fram að þessum á fortíðar pælingar. Og spá og speklar í hvort þið hafi gert rétt, hvort þið hafi verið á réttum stað, hvort þið hafi nýtt orkun ykkar rétt. Einhver ykkar eru að velta fyrir ykkur að fara aftur á gamla vinnustað eða að fást við það sem þið fengust við í fortíðinni. Og svo er enn aftur einhver ykkar sem hafi verið að fá atvinnutækifæri sem að togar ykkur svolítið til fortíðar. Þetta vill á gamla slóðir eða gamla vinnustæði. En það er hollt og gott að endurmeta og skoða hlutina svona stöku sinnum, fara yfir þá. Júlímánuður og ágúst verða bara afskaplega góðir mánuðir hérna. Varðandi viðfangsefnin ykkar og vinnun ykkar. Og þið eru bara að blómstra á þessu sviði, verði ég eiginlega bara að segja. Ok, þá er það þarfir ykkar innan heimilisins. Svona grunnþarfir og líðan ykkar á heimilinu. Heimili ykkar getur líka verið fjölskyldan.
Þar sé ég að þið eru nýbúin að gangi gegnum breytingar. Einhverjir ykkar hafa hreinlega verið að flytja og eða endurnýja heimilið á þann hátt að gera það betra. En það eru breytingar allavega innan heimilisins. Kannski hafið þið flutt út af heimilinu eða einhverjir aðrir fjölskyldumeðlimir. Það getur verið að ungarnir séu nýbúin að fljúga úr hreiðrinu eða svona. En þið, kæru bóamenn, svona eins og ljónin hérna á undan, það er afskaplega mikið eirðarleysi í ykkur varðandi heimilið og mörg ykkar eru í þeim pælingum að ferðast eða flytja hreinlega. Mikill svona einhver drifkraftur sem að ýta á eftir ykkur varðandi það og það er lítil eirð innan heimilisins eins og þið séu svona bara í hlaupaskónum einhvern veginn. Nú ef þið hafið ekki tök á því að ferðast eða það liggur ekki fyrir ykkur að flytja þá verðið þið eiginlega að reyna að virkja þennan kraft bara í framkvæmdir eða eitthvað slíkt. Af því þið eru svolítið, þetta hefur áhrif á svona ykkur. Hvað segir maður? Þið eru ekki með eirð í ykkar beinum. Ok. Framundan júlí fram í ágúst. Já, einhver ykkar eru ekki búin að ákveða hvað þið ætlið að gera. Varðandi þetta að flytja eða flytja ekki. Það er svona vangaveltur. Það kemur upp á óvænt til ykkar sem þið þurfið að taka til athugunar. Einhvers konar leyndarmál verður afhjúpað eða óvæntir hlutir gera vart við sig og bara skemmtilegt. Þið verður bara að vera tilbúinir að skoða málin frá öllum hliðum og þetta tengist heimili í veru stað. Ok. Já, það er eitthvað við þetta sem að ég er ekki alveg að ná. Allt í lagi. Einhverjir ykkar kæru bóamenn geti líka verið að pæla í því að gera heimilið ykkar að svona meiri griðarstað þar sem að þið náu betur andlegri afslöppun. Ef það er búið að vera mikið að vera. Sumir ykkar eru til að spá í að gera ákveðið svona rými, horn kannski í íbúðinni eða húsinu sem að er svona rólegt horn, afslöppunar herbergi, hugleiðslu herbergi, eitthvað slíkt. Bara skemmtilegt. Ok, þetta var heimilið. Hvað þráið þið, kæru bóamenn? Hvað langar ykkur? Hvernig spilar heppnin inn í það? Þar fæ ég bara upp nám númer 1, 2 og 3. Þið hafið verið allavega í fortíðinni í námspælingum. Og það er margt sem ykkur langar að gera. Margar pælingar, nýjar hugmyndir sem að skjóta upp kollinum hjá okkur, kæru bóamenn. Þið eru bara fullir á orku, framkvæmda orku, hugsana orku. Og það sem þið þráið að gera, það sem ykkur langar mest af öllu, það er bara núna framundan í júlí og ágúst að fara að taka á sig mynd. Kannski fáið þið akkurat núna í sumar fjármagni sem ykkur hefur vantað til að láta þessa drauma verða veruleika. Kannski fáið þið tilboð
Ég sé allavega að þið byrjið á verkefninu, lönguninni. Það sproti sem að fara af stað og ég verð að segja það, bogamenn, það eru 3 ásar hérna í lögninni ykkar og önnur spil hérna líka sem að eru afskaplega bera með sér nýja orku, unga orku og svona upphafsorku. Þannig að júlí fram í ágúst virðist alltaf vera mánuður þar sem að eitthvað nýtt að gerast hjá ykkur. Þið eru að bíða eftir fréttum sem að koma fljótlega inn varðandi þessar langanir ykkar og þrár. Fallegt. Ok, vinir og stuðningsnet. Það er svona það sem þið leitið til þegar á bjátar. Í fortíðinni sé ég ykkur í smá svona óánægju. Ef til vill hafa vinirnir brugðist. Ef til vill hafið þið ekki leitað til vinanna þegar að á hefur bjátað, heldur reynt að tækla hlutina sjálfir, kæru bogamenn. Mér finnst vera leiði og óánægja svona á þessu sviði og kannski hefur orðið ósætti innan vinahópsins eða ykkar stuðningsnets og í dag er einhvers konar óheiðarleiki í gangi hvað þetta mál varðar eða innan þessa hóps. Mér finnst þið hafa þörf fyrir að draga ykkur út úr hópnum. Ef til vill þetta bara þörfin á því að vera einn. Hún getur gert vart við sig, en það er eitthvað varðandi þetta sem að þið eru ekki að horfast í augu við eða takast á við og skrítið þetta spil kom upp hérna áðan líka í annarri lögn. Man ekki alveg hjá hverjum. Ef til vill hefur einhver vinur ykkar svikið ykkur og ekki staðið við það sem að hann hefur sagst ætla að gera. Það er tilfinning sem ég fæ hérna. Nú þá er ekkert annað að gera en að snúa sig bara inn á við, nýta sinn eigin innri styrk og það er það sem ég sé ykkur gera hérna framundan, fram eftir sumri. Í raun og veru þurfið ekki á svikulum vinum að halda. Þá er betra fyrir ykkur að treysta á ykkur sjálfa, kæru bogamenn. En þið verðið líka að athuga að vera þá heiðarlegir við ykkur sjálfa, kæru bogamenn. Þetta hefur eitthvað með heiðarleika að gera, að vera heiðarlegur við sína nánustu vini og að vera heiðarlegur við sjálfa sig. Ok, það er eitthvað þarna sem að ég ætla að skoða nánar. Taka hérna eitt annað spil til skýringar á. Já, það er bara meira af því sama. Það er einhvers konar, það eru erfiðar tilfinningar í vinahópnum eða þessum vinakafla hérna sem ég er að lesa. Sem veldur ykkur hugarangri eða sorg. Og eins og ég sagði, það er þá bara að snúa sér inn á við og treysta sjálfa sig og snúa sér þá að þeim vinum sem þú veist að þú getur treyst og sem þú veist að er til staðar fyrir þig. Vonbrigðin yfir hinu
munu dofna og ég ætla ekki að segja að þú hristir þetta að þér, kæri bóðamaður, en þessi óánægja varðandi þennan óheiðarleika minnkar með tímanum. Ég held að viðkomandi aðili eða aðilar hafi svolítið skotið sjálfa sig í fótinn þarna og þurfi síðan bara að kljást við sínar afleiðingar. Við skulum bara láta þar við sitja, allavega fallegt tímabil framundan fyrir ykkur innan vinahópsins. Og þið eigið þarna fólk sem að sýnir ykkur skilyrðislausa ást og vináttu, þannig að þið þurfum ekki að örvænta. Þá er það blessuð ástin, ástarsambönd, rómantík, náin kynni. Nú ætlum ég að tala til ykkar sem eru ekki í sambandi. Það lítur út fyrir að þið séu nýbúnir, kæru búamenn, að fá einhvers konar tilboð á þessu sviði, varðandi rómantík, eða þið sjálfir hafið fært einhverjum öðrum rómantískt tilboð. Það er hérna fallegt boð, tilboð, tækifæri, tilfinningatengt sem að ég sé hérna í fortíðinni ykkar. Ef þið vill tengist þetta viðfangsefninu sem þið eru að fást við í dag, þessum góðu tilfinningum sem ég talaði áðan í byrjun, varðandi vellíðan í vinnu eða viðfangsefnum. Það er eins og ég vilji tengja það eitthvað saman. Nú ef þið vill þetta einhver sem þið vinni með. Ástarsambönd getur nú kviknað á ýmsum stöðum. Já, og í dag sé ég bara mikinn kraft og svona miklar hugmyndir og fleygiferð varðandi ástina og rómantíkina. Ég er sannfærð að einhverjir ykkar kæru bóðamenn eru í þeim sporum að skipuleggja brúðkaup, skipuleggja trúlofunarveislu eða einhvers konar athöfn eða atburð tengdan ástinni. Þið hinir geti bara hreinlega verið að plana date eða eitthvað slíkt. Og það er eins og sé ný von kviknuð í brjósti ykkar margra, kæru bóðamenn. Og það er svona vor í lofti og tengist inn á allt þetta nýja sem ég var að tala að væri hérna í lögninni. Það er svona svolítið nýr kafli að fara að byrja núna með sumrinu. Og það á við þennan hluta lífs ykkar sem og aðra. Gaman að sjá þetta. Ég sé ykkur bara hérna framundan ágúst í bara vellystingum, vellíðan og þið eru bara hérna eins og blómi í eggi. Eru að hugsa ykkur sjálf, kæri bóðamenn, hugsa heimilið ykkar, hugsa ykkar nánustu og í raun og veru leggja svolítið áherslu á þetta líkamlega, að njóta líkamlega, að hafa nóg til alls, að hafa allt til alls og ég vil tengja hluta af þessu við veisluhöld. Frábært að sjá þetta. Plön, áætlanir og markmið ykkar. Það er ekki víst að allt hafi gengið upp í fortíðinni varðandi það í ykkar lífi.
Einhver plön hafið þið þurft að leggja á hilluna. Mér finnst heilsan hafa spilað þar inn í og þið hafið neyðst til að viðurkenna takmörk ykkar og þetta vil vanmátt ykkar til að gera ákveðna hluti sem ykkur vil langað að gera. Í dag aftur á móti finnst mér hafa orðið viðsnúningur og þið eru fullir af krafti, kæru bóðamenn, og eru með margt á prjónunum. Einhverjir ykkar voru á leiðin í nám og ég sé marg ykkar hérna líka á leiðinni í ferðalög. Já, hvað sem það er sem að þið eru að fara að gera með þessum plönum, þá eru þið svolítið að fylgja hjartanu og gera það sem kallar í ykkur, það sem togar í ykkur. Og ég sé framundan júlí, ágúst, góðan tíma þar sem að heiðarleikinn ræður ríkjum, varðandi plön og áætlanir. Þið setið ykkur skýr markmið, komið hlutunum í orð, komið þeim á blað og bara standið, kæru bóðamenn, fastir í því að fara að leggja af stað og byrja á plönunum ykkar svona með haustinu, myndi ég segja. En margt er ennþá kannski á þessu stigi að vera hugmynd á blaði, en mikill kraftur samt sem áður á bakvið hana. Hvað er ykkur hjartansmál? Hvað vil ég fá út úr lífinu? Leit ykkar svona persónulegum takmörkum, hafið þið verið að sinna þeim? Mér sýnist þið hafa gert það hérna í fortíðinni. Þið hafið lifað í allsnægtum og öryggi og eins og ég sagði áðan, eins og blómi í eggi. Í dag farið ykkur aðeins hægar heldur en áður, en eruð að bíða uppskeru á margan hátt. Þið bara farið fetið, takið hlutunum rólega. Þið viljið hafa lífið þannig að það sé lítið stress en mikið gæðastundir. Það eru plön sem þið hafið. Þið leggið mikla áherslu á að njóta og ég var að tala áðan hérna að njóta þessara efnislegu hluta, líkamlegra hluta. Það er partur af því sem þið viljið fá út úr lífinu. Það er að njóta lífsins í gegnum öll skynfæri. Þá er ég að tala mat og drykk, vellíðan og slíkt. Svo getur verið hjartansmál fyrir einhverju ykkar, kæru bóðamenn, að stofna fjölskyldu. Það kemur líka hérna inn þungun og það að verða móðir. Auðvitað eru sumir ykkar karlmenn, en það kemur sterklega inn hérna þetta með móður hlutverkið. Ok, kæru bóðamenn. Þá er þetta búið svona í bili það sem ég hef hér. Ég vona að ykkur takist að leysa úr þessari vinakrísu eða hvað þetta er sem að hér er. Nú ætla ég að taka hérna örfáspil í viðbót áður en við slúttum. Það er spilið að sleppa.
Einhver ykkar fara ábyggilega að syngja lagið Let It Go þegar þið sjá þetta spil í huganum. Ekki ég. Þetta er sem sagt spurning að sleppa því sem að íþyngir ykkur, losa tökin á hlutum sem að þið hafi enga stjórn á, farið með æðruleysisbænina. Hún kemur upp hérna hvað eftir annað í lestrunum mínum. Það er ákveðið frelsi í þessu spili, frelsi sem að þið eigið eftir að njóta í sumar og er kannski kærkomið. Æðruleysisbænin er Guð gefðu mér þolinmæði til að sætta mig það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að þekkja muninn, til að greina þar á milli. Næsta spil sem þið fáið varðar einmitt meðvirkni sem æðruleysisbænin kemur inn á líka. Og verndin, verndartilfinning, protection og codependency. Þetta er hérna einhvers konar sjávarlífvera, anemóna, sem ég veit ekki alveg hvað heitir á íslensku, sjávaranemóna, skiptir ekki öllu. En inn í henni veit ég að búa nefnilega litlir fiskar og þar komum við inn á verndina. En einhvern tíma verða fiskarnir að fara út fyrir hana til að ná sér í æti og annað. Þannig að þetta er líka spurning að vera sjálfstæður. Að vera í sambýli en vera sjálfstæður. Já. Og taka sína eigin ákvarðanir og lifa sínu eigin lífi. Það er eitthvað sem ég þarf að segja hérna. Keisarenjan sem var hérna síðasta spilið ykkar áðan, sem kemur inn á móðureðlið, hún tala líka vernd, þessa móðurlegu vernd gagnvart ungunum sínum, gagnvart börnunum sínum. Ef þið vill eiga einhverjir ykkar erfitt með að sleppa taki á börnunum, stóru börnunum, þá er bara að hafa þetta í huga að það er kominn tími til að sleppa takinu. Ok, næsta spil kemur inn á tímasetningu ef þið eru með einhverja spurningu varðandi hvenær. Og það er bara ósköp einfaldlega sumar. Hvort sem það er núna í sumar eða næsta sumar. Það er spurning. En sumarið er stór þáttur í spurningunni ykkar. Svo er það já eða nei svar og allt þar á milli. Einhver spurning sem þið viljið fá já eða nei svar við. Og það er bara, já, sure, ábyggilega. Vona að það sé svarið sem þið voru að vonast eftir. Örugglega, ábyggilega, já. Það er eftir hvernig viljið þýða það. Ok, kæri bóðamenn, þá er þetta búið í dag. Ég vona að júlímánuður og sumarið verði ykkur gott. Og þið fáið allar ykkar óskir uppfylltar. Það þakka ég fyrir mig, ljós og kærleikur.